Komið þið sæl. Ég heiti Stefania Óskarsdóttir og dósent í stjórnmálafræði. Ég ætla í þessari stuttu kynningu að fara mjög fljótt yfir það hvað stjórnmálafræði er. Ég ætla aðeins að segja ykkur svo frá náminu og uppbyggingu þess. Því næst ætla ég að tala stuttlega við hvað stjórnmálafræðingar vinna, aðeins félagslífið og að síðustu að enda á tenglum þar sem að þið getið haka við og fengi nánari upplýsingar stjórnmálafræðina. En hvað er stjórnmálafræði? Það eru sumir sem spyrja þessara spurningar þegar þeir hitta einhverja sem eru nýbúin að innrita sig í stjórnmálafræði og halda jafnvel að sá sem er nýbyrjaður í náminu í stjórnmálafræði hafi innritað sig vegna þess að hann ætli sér að vera stjórnmálamaður. Auðvitað er stjórnmálafræði gagnleg fyrir stjórnmálamenn, en stjórnmálafræði er ekki hugsuð sem fræðigrein til þess að þjálfa stjórnmálamenn. Þvert á móti er stjórnmálafræði víðfeðm fræðigrein á sviði félagsvísindana sem í svona stórum dráttum fjallar stjórn ríkja og allt sem að tengist stjórnmálum þeirra og alþjóðasamskiptum. Þannig að til að draga þetta saman, að þá getum við sagt að þetta er fræðigrein sem rannsakar stjórn ríkja, opinbera ákvarðanatöku, stjórnmálahegðun og fleira. Það er því hið opinbera, það er að segja ríki, sveitarfélög og annað slíkt, sem er í forgrunni í stjórnmálafræðinni, sem og þeir kraftar sem að hafa áhrif á stjórn ríkja, stjórnmálalíf og samskipti ríkja. Stjórnmálafræðin spyr í grófum dráttum hverjir ráða, hver fær hvað, hvernig og hvers vegna. Stjórnmálafræðin spyr nefnilega stóra spurninga. Og það eru spurningar eins og til að mynda, hvað er það sem ýtir undir lýðræðislega þróun og efli lýðræði? Og á móti, hvað er það sem að útskýri einræði og lélega stjórn ríkja? Stjórnmálafræðin velti líka upp spurningum stríð, orsakir stríða og ófriðar og óeiningar á milli ríkja og ekki síður spurningana hvernig hægt er að stuðla að friði og samstarfi ríkja. Stjórnmálafræðin spyr hvað er það sem eflir velsæld ríkja og fólks og á móti hvað ýtir undir fátækt og hverjar eru lausnirnar, hvernig geta ríki unnið sig úr því að vera fátæk og ófriðsam ríki í það að vera velmegandi, friðsæl og öflug ríki. Stjórnmálafræðin spyr líka hver séu valdmörkin á milli ríkja og einstaklinga og fyrirtækja. Það er að segja hvert er svigrúm einstaklingana og fyrirtækjana gagnvart ríkisvaldinu. Sumum ríkjum er þetta mjög lítið svigrúm og annars staðar mun meira. Stjórnmálafræðin velti líka upp spurningum hver séu verkefni ríkja, hver eigi að vera verkefni ríkja og hver sé geta ríkja til að takast á við ótalmargar áskoranir, svo sem fátækt, loftslagsmál, stríð og frið og margt fleira. En það er margt sem hefur áhrif á stjórnmálin og þess vegna verða stjórnmálafræðingar og stjórnmálafræðin að líta til þeirra þátta. Og það má nefna til að mynda efnahagsmálin sem að hafa auðvitað mikil áhrif á stjórnmál ríkja og alþjóða ástandsins í raun. Það eru margs konar félagslegi þættir, svo sem stéttir, kynjaskipting og svo framvegis. Það er hið lagalega umhverfi sem auðvitað situr ríkinu og einstaklingum og fyrirtækjum skorður og stjórnmálafræðin reynir auðvitað að útskýra hvers vegna lögin eru eins og þau eru og svo framvegis og hvað er mögulegt í hverri stöðu. Stjórnmálafræðin hún er líka þess meðvituð að alþjóðlegar aðstæður hafa mikil áhrif á stjórnmálin. Sögulegar aðstæður innan ríkja og innan svæða og í heimshlutum hafa mikið stjórnmálin að segja líka og hvernig þau hafa þróast og þær aðstæður sem fólk býr við í dag og möguleikana til framtíðar. Stjórnmálafræðin velti líka fyrir sér áhrifum einstaklinga, svo sem leiðtoga eða bara Jóns og Gunnu á götunni á stjórnmálin. Stjórnmálafræðin velti líka fyrir sér áhrifum hópa, svo sem stjórnmálaflokka, hagsmunasamtaka og svo framvegis á stjórnmálin. Þannig að það er margt sem hefur áhrif á stjórnmálin og stjórnmálafræðin tekur þetta allt til skoðunar. Þess vegna er stjórnmálafræðin svona víðfeðm fræðigrein. Og hún
skiptist í nokkra fræðigreinar sem að stjórnmálafræðinemar fá nasasjón af og hyggist þeir á áframhaldandi nám í stjórnmálafræði eftir að þeir hafa lokið BA-námi, þá geta þeir sérhæft sig í einhverjum af þessum greinum stjórnmálafræðinar. En þær eru þessar greinar stjórnmálafræðinar, samanburðarstjórnmál, opinber stefnumótun, opinber ákvarðanataka, opinber stjórnsýsla, alþjóðastjórnmál, stjórnmálahagfræði, stjórnmálakenningar og aðferðafræði og í rauninni margt fleira sem að hér mætti nefna. Þetta fá stjórnmálafræðinemar, þessu fá stjórnmálafræðinemar öllu að kynnast í stjórnmálafræðinni og það er strax á fyrsta árinu. En stjórnmálafræði er eins og aðra greinar í háskólanum og sérstaklega á sviði félagsvísindana þannig uppbyggð að til þess að ljúka háskólaprófi þá þarf að ljúka 180 einingum og það er hægt að taka 180 einingar alfarið í stjórnmálafræðinni sem er góður kostur fyrir þá sem að hafa mikinn áhuga á stjórnmálum og samfélagsmálum og öðru slíku. 180 einingar leiðin, hún veitir þann möguleika að það er mikið svigrúm til vals, 40 einingar sem eru meira en 1 misseri í vali, sem þýðir það að margir stjórnmálafræðinemar hafa nýtt sér þann möguleika að fara í skiptinám til útlanda en Háskóli Íslands hefur gert samninga við meira en 500 skóla í öllum heimsálfum. Og þetta er ótrúlega spennandi valkostur fyrir nema sem hafa áhuga á því að pröfa að búa í útlöndum og læra í útlöndum. En það er líka hægt að taka stjórnmálafræðina til 120 eininga eða til 60 eininga. Og það er vert að minnast á það að kynjafræði er fræðigrein sem er kennd innan stjórnmálafræðinar. En á BA-stiginu er einungis hægt að taka hana sem aukagrein en í framhaldsnámi sem aðalgrein og sérhæfa sig í kynjafræði og margbreytileika fræðum. Hafði nánari áhuga á uppbyggingu námskeiðanna að þá vísa ég hér á glæru í kennsluskrá sem fer yfir nákvæma skiptingu á fögum á 1., 2. og 3. ári. En við hvað vinna stjórnmálafræðingar? Ég ætla að svara þeirri spurningu hérna rétt og eftir en að nefna hérna rétt í svipinn að í stjórnmálafræðinni að þá eru 2 námsferðir erlendis sem að nemum finnst mjög spennandi að fara í. Það er annars vegar námsferð í Bandaríkjanna til að kynna sér Sameinuðu þjóðirnar og bandarísk stjórnmál og svo hins vegar námsferð til Brussel þar sem að nemendur kynnast innviðum Evrópusambandsins og þeim stofnunum sem eru í Brussel og NATO. En stjórnmálafræðingar, þeir starfa við margt. Nýleg könnun sem við gerðum meðal stjórnmálafræðinga sýnir nýleg könnun sem við gerðum meðal stjórnmálafræðinga sýnir að þeir starfa margir í sérfræðistörfum, sumir með nokkuð mannaforráð. Þó nokkuð hluti þeirra er í stjórnunarstörfum, mjög margir vinna við fjölmiðla og upplýsingamiðlun og enn aðrir nú er ég settu glerun, sé þetta ekki alveg hér, alþjóðasamskipti sem þýðir það að fólk vinnur við alþjóðastofnanir og utanríkisráðuneytinu og svo framvegis. En stjórnmálafræðingar vinna bæði hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera. Hjá ráðuneytum, á þingi og sveitastjórnum, hagsmunasamtökum og svo framvegis. Stjórnmálafræðingarnir hafa nefnilega færni sem að nýtist á vinnumarkaði. Þetta er greiningafærni, þetta er færni í að afla upplýsinga og þeir hafa þjálfun í góðum vinnubrögðum. Þeir hafa hæfni að skrifa góðan texta og flytja mál sitt munnlega og auðvitað hafa þekkingu á íslenskum og alþjóðlegum stjórnmálum. Að síðustu langar með að nefna að félagslífið í stjórnmálafræðinni er gífurlega öflugt, að mér er sagt. Það er nemendafélagið Pólitíka sem heldur uppi starfseminni í félagslífinu. Félagið skipuleggur vísindaferðir og alls konar viðburði og árshátíð og margt fleira. Svo má þetta nefna að stjórnmálafræðinemum eins og öðrum háskólanemum stendur boða að taka þátt í starfi stúdentahreyfinganna, gangi í háskólakórin eða öll þau önnur félög sem eru starfandi innan Háskóla Íslands.
Og mér langar að lokum að nefna að stjórnmálafræðideild hefur lagt sig eftir því að taka vel á móti nemendum og styðja þá í náminu, sérstaklega á fyrsta árinu. En viljið þið fá nánari upplýsingar nám í stjórnmálafræði, þá vísa ég á þessa tengla hér. Það eru auðvitað heimasíða stjórnmálafræðideildar, þar sem að finna allar upplýsingar stjórnmálafræðinámið og kynningarefni, svo sem myndbönd, bæklinga og fleira. Og hafi vaknað spurningar í kjölfar þessara kynningar, þá bendi ég á netspjall Háskóla Íslands og nemenda þjónustu félagsvísinda svið. Ég þakka ykkur fyrir og ég vona að ákvörðunin sem þið takið á endanum nám í Háskóla Íslands, hún verði farsæl og þið verði sátt. Stjórnmálafræði vissulega valkostur, stjórnmálafræðin opnar dyr. Takk fyrir.